Katrín Björg Ríkharðsdóttir tók formlega við starfi sem framkvæmdastjóri Jafnréttisstofu 1. desember síðastliðinn. Jafnréttisstofa til húsa á Borgum á Akureyri. Katrín var áður aðstoðarmaður bæjarstjóra á Akureyri en hún menntuð í menntunarfræðum með áherslu á kynjajafnrétti. Katrín segir að á þessu ári verði kastljósi stofnunarinnar meðal annars beint að komandi sveitarstjórnarkosningum. Það náttúrulega fyrirliggjandi að seinna á þessu ári þá verða sveitarstjórnarkosningar. Þannig að það eðlilega eitthvað sem að Jafnréttisstofa mun horfa til varðandi til dæmis kynjahlutföll. Og svo erum við núna með glænýtt verkefni sem er jafnlaunavottun. Og það sjálfsögðu mun taka dálítið rými í starfsemi Jafnréttisstofu á þessu ári. Það hefur komið fram að konur eru mun færri heldur en karla sem eru í sveitarstjórnum. Þú vilt leggja þín lóð á vogarskálarnar til þess að breyta þessu? Já, sem betur verið gerðist það í síðustu sveitarstjórnarkosningum sem voru vorið 2014 og þá fjölgaði konum umtalsvert og höfðu aldrei verið fleiri og voru í kringum 40%. Þannig að það voru mjög góða fréttir. En við megum ekki sofna á verðinum, sérstaklega þegar að kannanir að sýna að fólk staldrar gjarnan stutt við í sveitarstjórnum. Þannig að við þurfum að passa upp á það að kynjahlutföllin haldist áfram í góðu jafnvægi og konur jafnt sem karlar taki þátt í pólitíkinni. Er einhver munur á herslum kvenna og karla í sveitarstjórnarmálum? Ég ekki vissum að sé til rannsóknir það, en það alveg hægt að ímynda sér að það sé að minnstakosti skipti máli að raddir beggja kynja og allara kynja heyrist. Hugsanlega einhver munur ef við tökum til dæmis bara svona léttan snúning á þessum fastanemndum sem að sveitarfélögin hafa, þá höfum við gjarnan sér tilhneigingu til þess að það sé svona ákveðnar áherslur sem að kynin annarkvort velja sér eða eru valin inn í. Það var til dæmis lengi vel þannig, en hefur sem betur við breyst, að í skipulagsnefndum sátu gjarnan kallar og í velferðarnefndum voru frekar konur. En þetta hefur sem betur fyrir breyst, meðal annars vegna þess að jafnréttislög leggja áherslu á það og bara fara fram á það að það sé horft á kynjahlutfall í nefndum og ráðum. Ertu bjartsýn á að það verði einhver breyting þarna á að konum fjölgi? Já, ég alltaf bjartsýn og ég held að konur og kallar hafi gríðarlega mikinn áhuga á því sem að gerast í þeirra nærsamfélagi og fari þess vegna út í sveitarstjórnarpólitík. Þannig að já, ég alveg full bjartsýni en hlakka til að fylgjast með og Jafnréttisstofa sendir að sjálfsögðu hvatning og tilbúin að styðja fólk til góðra verka. Jafnlaunastaðall hefur nýverið verið innleiddur. Katrín segir að Jafnréttisstofa komi til með að vekja athygli á þessari nýju jafnlaunavottun. Þetta snýst í rauninu það að gefa fyrirtækjum tækifæri til þess að fá launakerfi sín vottuð sem takandi tillit til jafnréttiskynjana. Það að segja að það sé verið að greiða laun samkvæmt gagnsæju kerfi þar sem að allir eru upplýstir hvaða forsendur það eru sem að skapa launaumhverfið. Hvernig má það vera að það takist ekki að jafna launin þegar að kjara samningar eru alveg skýrir til dæmis hvað varðar niðurröðun í launaflokka? Þetta bara verulega góð spurning og ég vissum að margir klóra sér í höfðinu yfir því hvers vegna í ósköpunum staðan svona. En oft hefur það verið þannig að það þó að fólk sé á sömu grunnlaunum þá sé það að fá mögulega mismunandi aukagreiðslur, málefnalegar eða ekki málefnalegar. Það sem að jafnlaunavottunin mun gera að meta það hvort málefnalega greiðslur að ræða eða ekki. En ég segi eins og þú, hvers vegna þetta viðgengst, það bara veit ég því miður ekki. Hverjum nýtist þessi staðall helst? Eru þetta opinberar stofnanir eða þetta hinn frjálsi vinnumarkaður? Þetta allir. Það eru öll fyrirtæki í rauninni sem hafa fleiri en 25 starfsmenn sem að þurfa núna á næstu árum að innleiða jafnlaunastaðalinn og fá jafnlaunavottun. Það byrjað á stærstu fyrirtækjunum og svo trappað niður. Þannig að fyrirtækin hafa svo sem ágætis tíma til þess að vinna sig í gegnum þetta. En þetta á að nýtast okkur öllum hvort sem við erum vinnuveitendur eða launþegar. Er þetta flókið ferli? Þetta töluvert ferli, hugsanlega flókið að einhverju leyti en ég held að í þeim fyrirtækjum þar sem að launasetningin nokkuð skýr og yfirsýnin góð, þá sé þetta miklu minna mál heldur en það lítur út fyrir að vera.